Grétarsson komin í viðtal. Hvernig finnst þér hafa svona tiltekist í þessa viku sem við verið hér í æfingaferðinni? Bara mjög vel, ég bara búinn að vera mjög ánægður með þessa ferð. Það hefði kannski mátt vera, það vil ekki vera kvart yfir því, en það hefði kannski mátt vera aðeins betra en að öðru leyti þá held ég að við getum ekki kvartað yfir einu. Það er kannski jákvæðast í því í ferðinni að það er enginn að meiðast og allir að klára ferðina, þó að þessi menn séu svolítið stífir og þreyttir. En svo er þetta náttúrulega bara líka góð samverustund fyrir allan hópinn og menn þjappa saman og menn kynnast betur og ekki bara fyrir þá sem fyrir leikmenn, heldur líka bara fyrir þá sem er í kringum liðið, sem er mjög mikilvægt. Gastu gert allt sem þú ætlaðir að gera? Það ætlum alltaf að gera aðeins meira en svona heilt yfir þá er ég bara mjög sáttur við ferðina. Hefði kannski viljað fá sterkari andstæðing í leiknum. Það var smá misskilningur þar, við áttum að fá þriðjudeildarlið en fengum aðeins veikara lið. En það kom engri sök, við fengum þá bara fína æfingu út úr þessu. Og eins og ég segi, ég líka bara að fá að komast á gras og við fínar aðstæður, vellinir hérna er alveg frábærir. Þannig að þetta er náttúrulega búið að vera þessu draumur í dós. Já, nú fékkstu 2 Spánverjar til reynslu. Hvernig svona líkaði þeir? Sko, raunverulega strax í upphafi þegar maður fréttir að þeir tala ekki stakt orðið ensku, að þá verður maður svona, það er bara erfitt að taka einhvern inn í hóp sem kannski getur ekki tjáð sig á einn eða einn hátt og skilur ekkert í ensku. Þannig að það strax í upphafi var svona, fannst mér vera erfitt. Þeir voru fínir í fótbolta, bara eins og Spánverjar eru, með fína tækni en hefðu við kannski talað ensku þá hefði maður kannski skoðað þetta aðeins betur en það er bara svo erfitt að taka menn inn í hóp sem geti ekki bjargað sér. Já. Nú er næsta vika framundan leikur á fimmtudaginn. Erum við að taka fleiri leikmenn til reynslu? Já, við erum að fá mjög líklega Englending og svo belga núna í næstu viku sem komum til að æfa með okkur í 10 daga. Arnar Grétarsson, takk fyrir spjallið og gangi þér vel. Takk fyrir, sömuleiðis. Við höfum fengið Guðjón Pétur Lýðsson til að koma hérna í viðtal hjá Blika TV. Guðjón Pétur, hvernig hefur vikan verið svona hjá þér? Þetta hefur verið æðisleg vika. Já. Ég myndi segja að þetta hafi verið einn best heppnaðasta æfingaferð sem maður hefur farið í. Já. Og bara virkilega gaman að hafa unnið spurningkeppnina og verið hraðastur á go-kartinu og verið unnið allt sem maður ætti að vinna í þessari ferð sko. Gamlir unnið alltaf unga eins og venjulega. Og ég hef unnið, já þetta var fullkomin ferð myndi ég segja. Já. En nú var nú ert ekki nýliði þannig að þú vannst ekki kökukefli sem það var? Nei. En þú hefðir unnið það ef þú hefðir fengið? Ég hef unnið það, ég náttúrulega vann það þegar ég tók þátt í þessum tíma. Þannig að það er fátt sem maður ekki að vinna þessa dagana. Nema ekki sína vellinu. Ok, en ef við sleppum svona alvörunni úr þessu, hvernig hefur þá svona hefur verið gaman að vera hérna í viku? Já, ég myndi segja það. Ég myndi segja að þetta sé best heppnaða æfingaferð sem ég hef farið í. Bara æfðum vel fyrstu 3 dagana og spilum hörkuleik. Svo hefur þetta verið svona kannski aðalega að þjappa hópnum saman og gera menn klára svona andlega fyrir sumarið og ég held að þetta hafi heppnast alveg fullkomlega. Takk fyrir þetta. Höfðingi. Góðan daginn, Viktor. Daginn. Hvernig finnur það? Toppmálum. Er það ekki? En svona, hvernig hefur vikan liðið hjá þér? Bara mjög vel, búið að gaman og þétta hópið saman og þetta er búið að mjög skemmtilegt. Æfingarnar góðar og svona. Ertu búinn að fá út úr þessu það sem þú vildi fá út úr þessu? Já, ég held það. Ég held að þetta sé svona allt bara góðar æfingar. Búinn að fá mikið út af æfingunum. Svona aðeins þreyttur nú undir lokin. Já. Svo líka bara búinn mjög skemmtilegt í hópnum og erum búin að ná aðeins að smyrja okkur saman hérna. Þannig að það er fínt.